Pírata og formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkur. Sigurborg, hvaðan og hver ert þú? Já, það góð spurning. Ég Kjalnesingur, þannig að fædd og uppalinn á Kjalnesi og yngst 7 systkina. Þannig að ég á 5 eldri bræður og 1 systur, þannig að Flottur stór hópur. Já, einmitt, það var yndislegt sko, það æðislegt að eiga mörg systkin og þegar maður yngstur þá var maður kannski svolítið degraður en líka þar stundum, mín upplifun var að maður þurfti að hafa mest fyrir hlutunum sko, þú veist, ég þurfti að öskra við matarborðið sko, get ég fengið kartöflunar, það heyrði enginn í manni, skilju, maður var svo lítil. Já, þannig að það var æði að vera þar og svo maður búin að búa Kvipin og Hvappinn. Já, segðu okkur kannski svolítið frá því. Já, ég fór í nám á Hvanneyri og fór þar í að læra svokallar umhverfisskipulag. Bjóð þar í 3 ár og þá var svona verið að blanda saman svona svolítið umhverfisfræði og landslagsarkitektúr og landafræði. Já. Og það tekið rosa mikið grasafræði og þetta er svolítið vítt sjónasvið sem tekið, sem mjög gott sko, því að svo fer ég til Oslo og í skóla þar sem svona arkitektaskóli sem var að kenna landslagsarkitektur og mér fannst ég að hafa rosa sterkan bakgrunn hérðan úr skólanum hér á Íslandi í skólan úti, þannig að mér fannst ég standa mjög sterk í náminu þar. Það hjálpa mér mjög mikið og í skólanum úti að þá einmitt svona opnuðust augu mín og þá svona fannst mér ég svolítið breytast bara sem manneskja út af því að allt sem ég lærði þar var í rauninni tengt umhverfismálum og loftslagsmálum og þá áttaði ég mig á því í þessu námi að framtíðin verður allt öðruvísi. Hvað sem við gerum, hversu stórt eða smátt, að það verður að vera sjálfbært. Og ef það ekki sjálfbært, þá eigum við bara að sleppa því. Og það fór svolítið bara alveg innst inn í hjartarætur í þessu námi. Og ég fekk svona að kafa algjörlega ofan í efnið sem ég var að vinna með og hafði gríðarlega mikinn áhuga á samgöngum. Og því að samgöngur móta allt umhverfi okkar. Þannig að, og þá svona, þegar maður hefur tíma, eins og þegar maður er í háskóla, að kafa ofan í efnin og átta sig á sko, hvað þessi fræðimaður segir en hvað vísindamenni segja, hvað við erum að gera og hvernig það lítur allt út. Já. Og nær svolítið svona heildarmyndinni að þá sá ég bara svona, þá blasti við mig bara annar veruleiki og ég hugsaði já, við verðum bara endur hugsa ákveðin hluti og ákveðin kerfi og þar á meðal samgöngukerfið. Það hefur alveg óbúslega mikil áhrif á sko efnahaginn, á lýðheilsu, á umhverfi okkar, það hefur áhrif á nánast allt. Og þar kom ég með tillögur að því að bara endur hanna samgöngur frá A til Ö, þannig að það gangi alltaf út frá því að það 0 útblástur gróðurhúsalofttegunda, alltaf, og manneskjan alltaf í forgrunni. Og allar götur, öll samgöngumannvirki miða því okkur líði vel í þeim, þannig að þá sjálfsögðu þurfum við til dæmis að bæta við óbúslega miklum gróðri. Við þurfum að minnka bílana, við þurfum að endurhanna götunar og við þurfum að huga að skilvirkni sem náttúrulega miklu meiri í almenningssamgöngum og hjólandi og gangandi heldur en í bílum. Og ég gerði mitt verkefni Lilleström, þegar ég var þar úti, þar sem ég endurhannaði allt samgöngukerfi fyrir Lilleström. Er það þorpið að... Já, það svona... Hvað stærð á bæ? Það í rauninni svona hverfi eða sveitafélag sem alveg upp við Oslo. Ok. Og ég tók sem sagt það hverfi og í raun og veru og rannsakaði alla götunar, breidd gatna, af hverju það svona breiðar, geta ekki verið mjórri, kortlæði allt samgöngukerfi frá A til Ö og kom svo með tillögu að því að sem sagt tengja þetta betur við það sem kallast S-kerfið eða metróin hjá þeim. Já, og endurhanna gatnakerfið, þannig að það þá sérstaklega hugað að þörfum gangandi og hjólandi, en líka að taka inn eins og dýrin, þannig að þá hægt að hafa reiðleiðir í gegnum borgina eða Lilleström í þessu tilviki á ákveðnum götum, þannig að við getum þá líka í raun og veru verið svolítið svona betur tengd við náttúruna og umhverfi okkar sem við náttúrulega erum miklu meira þegar við förum út í bílnum
Og svo að sjálfsögðu þegar við erum á hestbaki eða erum út að ganga með hundin okkar eða Norðmenn er rosa duglegir að fara gönguskíði þannig að þú veist, það var þar inni sem svona einn samgöngumáti. Ekki vissum að það myndi virka hér á Íslandi. En hérna, já, og þetta fekk alveg rosalega mikla athygli úti og mikið hrós og ég fekk þar í raun og veru verðlaun frá norsku vegagerðinni, æðstu verðlaun sem hægt að fá í skólanum fyrir þetta verkefni sem ég var rosalega stolt af og tók síðan verkefni lengra og yfirfarið sömu hugmyndafræði á höfuðborgarsvæði. Já. Þannig að lokaverkefni mitt fjallar að breyta samgöngum á höfuðborgarsvæðinu öllu og búa til sjálfbært samgöngukerfi. Og þá erum við að skoða allt kerfið, allar almenningssamgöngur, öll mislægu gatnamótin, öll hverfin, allar götunar og við erum ekki bara að hugsa eins og eina göngugötu í miðbænum heldur hverja einustu íbúa götu í íbúa hverfunum því að þær eru gríðarlega breiðar og bara hugsaðar fyrir einkabílinn en ekki börnin og fólkið og gróðurinn. Þannig að það var svona mitt hjartans mál og í raun og veru það sem ég hef unnið að alla götur síðan. Sko. Hvar kviknar ástríðan fyrir pólitíkinni? Er það á meðan þú ert úti í námi? Kemur það fyrr? Nei, það er, já sko ég hef reyndar alltaf haft mikið áhuga á pólitík sko, bara sem barn að þá var ég alltaf eitthvað að pæla í pólitík og mikið að pæla í, þú veist, hérna Björn Bjarnason og Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson og allir þessi kallar sko, þeir voru alltaf í sjónvarpinu og ég var rosa mikið svona mamma og pappi nú ekki sérstaklega hérna hægri sinnuð og voru ofta að fussa og sveigja á heimilinu og ég var mikið að pæla sko af hverju er ekki til eitthvað hæfara fólk skilju og þetta voru nú bara mína pælingar þegar ég var lítil stelpa sko og svo var ég líka mikið að velta fyrir mér þú veist það er til og með svo mikið að góðu fólki af hverju er það ekki þarna skildi ekki alveg hvernig það virkaði allt hvernig mekanismin virkaði en hérna jú svo þegar ég var í náminu úti þá komst ég svolítið að því að til þess að breyta kerfum að þá þarf maður eiginlega að vera í stöðu til þess að hafa þau áhrif. Þannig að þá hugsaði ég með mér og ætlunin var ekkert að flytja aftur heim til Íslands, við bjóð þarna með manni og barni og við ætlum bara að vera þarna en svo fekk ég bara einhverju svona tilfinningu í magan. Ég var gjörsamlega viðþolslaus. Við verðum að flytja aftur heim. Við bara verðum að flytja. Og ég gat ekki verið úti og það endaði með því að maður mér sagði bara já, ok, allt í lagi. þetta gengur greinilega ekki en þú veist, við erum að fara að lækka í launum og við erum ekki að fara að fá vinnu og þetta leiti ekki dólega vel hérna á þessum tíma, sko. Það var 2012. En við flytjum heim og ég fyrir bara að vinna á American Style og er bara að steikja hamborgara og maður bara bjarga sér. Já. Og ég hafði mikið áhuga á pólitík og það komið mitt að máli við mig fólk úr vinstri grænum sem vildu fá mig á lista hjá sér fyrir borgarstjórnarkosningana 2014 og ég hugsaði nú aðeins málið en svo komst ég að því að ég var svo reið út í Stengrím eftir að hann leyfði þessar virkjanir fyrir norðan að ég hugsaði með mér fyrir utan að uppbyggingu kísilversins og svo að heimila rannsóknarboranir á Drekasvæðinu að mér fannst það bara svik við umhverfið og svik við það sem að þessi flokkur átti að standa fyrir. Þannig að ég gæti ekki hugsað mér að fara í vinstri græna. Og mér fannst í rauninni eina framtíðin vera í þessum flokk Pírötum. Þú veist, það var eini flokkurinn sem var eitthvað svona að hugsa öðruvísi, hugsa í kerfisbreytingum, sjá þú veist, gefa ungu fólki tækifæri, bara raunveruleg tækifæri. Og svo mætti ég á fyrsta fund minn hjá Pírötum, þarna vorið 2014 og er svolítið svona bara eins og ekki kjáni og þori ekki að segja neitt og svo bið ég orðið og tala og það bara hlust allir. Og svo bara það sem ég sagði fór bara inn í stefnuna og svo var það bara orðið hluti að stefnu fyrir borgarstjórnarkosningar og ég hafði aldrei upplifað annað eins, koma bara beint að götunni og hún Kristín Elva tók einmitt svo dásamlega á móti mér og þannig að ég hef bara ekki getað hugsað mér neinn annan flokk til þess að breyta því sem þarf að breyta en Píratar. Þannig að þess vegna er ég nú hér. Já, þú ferð frá að búa í Noregi, vera á góðum launum, verðlaunuð
Þú fer frá þessu örugga umhverfi og situr núna sem formaður skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar frá öryggi inn í eldin, getur maður kannski sagt. Þetta er að sjá í fjölmiðlum allavega ekki auðveldasta starfsumhverfið. Spurning mín til þín er kannski þá sitandi sem formaður í skipulags- og samgönguráðs Reykjavíkurborgar. Þetta starfsumhverfi, þú kemur frá þessu öryggi og væntanlega góðum samgöngum. Hvernig er þetta starfsumhverfi breytinga og framfara í borginni? Hvað varðar samgöngur? Það er bæði stórskemmtilegt og mjög erfitt. Þannig að og þetta bara svona fer stundum allt í bland og hræri graut og fram og tilbaka og dagarnir eru misjafnir og allt það. En ég held að sko það er líka margt að breytast. Það er svolítið áhugavert. Það maður finnur það í dag að fólk er orðið mun kröfuharðara. Það er komin svolítið bara sterk krafa bara, þetta gengur ekki lengur. Við viljum fá almenningssamgöngur. Eða ég vil bara fá góðan hjólastíg. Eða af hverju er barnið mitt ekki öruggt að labba yfir þessa götu? Þannig að þetta finnst mér vera að breytast svolítið hratt í dag sem betur fer. Þannig að það er alltaf að koma meiri og meiri háværi raddir í þennan hóp og meiri kröfur úr þessum hópi. Þannig að það er mjög jákvætt út af því að við getum ekki bara látið þann sem að keyrir á einkabílnum hafa allt sjónarsviðið, sko. Það má ekki fá allt plássið. En það hefur samt svolítið verið í gegnum tíðina og það er að sjálfsögum vegna fortíðarinnar. Það er vegna þess að við byrjuðum eins og allar borgir hérna fyrir seinni heimsstyrjöld með þétta byggð. Það er allt sem er runni innan hringbrautar. Hringbrautin átti að náttúrulega vera hringvegur utan borgina og það var svona, borgin var bara svona þétt og þar átti að vera járnbrautarstöð. Hún átti að vera við það sem að Landspítalan er í dag. Já. Brautarstöð Íslands. Og hver veit, kannski kemur hún aftur. Já. Eða verður raunveruleika. Og svo breytist þetta. Svo kemur eftir seinni heimsstyrjöldina að þá í raun og veru bara er bæði mikil fólksfjölgun og mikið af fólki sem býr utan á landi sem er að flytja til borgarinnar. Og þá í rauninni lenda menn í svaka vandræðum að fara bara svolítið bæta við götu hér og þar og hér og þar og þá er náttúrulega fyrst byggt það sem er gott land og það fer svolítið út hvipin og hvappin. Og þá kemur að þeim tíma, það var upp úr 1960 að þá er hann Geir Hallgrímsson sem var þá borgarstjóri ákveður að setja þetta stóra aðalskipulega stað og fær til þess svona sérstaka danska umferðarverkfræðinga en þeir voru sko verkfræðingar í að teikna götur. Já. Þeir hefðu ekki sérfræði þekkingu í almenningssamgöngum eða neinu sem að var þá til dæmis í gangi í Danmörku og fleiri löndum í Evrópu. Og við fáum þar þetta aðalskipulag sem bara gerir ráð fyrir svakalegur hraðbrautakerfi yfir alla Reykjavík. Það átti bara að rústa kvosinni, tollhúsið, hluti af því átti að vera hluti af hraðbrautinni. Það átti að fjarlægja stóran hluta af húsum í miðbænum, gömlum húsum. Það voru bara fyrir. Það átti að gera hraðbraut í Fossvogin sem betur fyrir var aldrei gerð. Og margt fleira og þar var gerð þessi flokkun gatna, hraðbraut, svo stoppbraut, tengibraut og húsagata og þá verður þetta svona flókikerfi og var þetta ekki svona gridd eða svona eins og við þekkjum svo mikið í Bandaríkjunum, þú veist það sem er svona ferningar skilur og svona tengjast allir, heldur er þetta skilur þessi gata sem er botlangi, tengist þessari sem tengist þessari og þá kemst það hraðbrautina og þeir ætla náttúrulega að komast úr þessum botlanga í þennan og þú varst svona 4 mínútur að labba en þú varst 25 mínútur að keyra. Þetta er alveg, það er kerfi sem við erum með og það er kerfi sem kom þarna 62 og það verður að hafa í huga að Geir Hallgrímsson á þeim tíma, hann átti malbyggunar fyrirtæki og var með stór átak í að malbygga götur í Reykjavík. Já. Svona helst þetta nú skemmtilega í hendur. Síðan Sturlungatíma minn ég segja sérhagsmunir hafa verið aðalega Já, svolítið síðan að Sturlunga já. Mikið rétt og við sjáum líka að sko sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega við völd í borginni í einhverja áratugi og þar er séreigna stefna, þú átt að eiga þitt húsið þitt á að vera stórt, þú átt að eiga þinn bíl og húsið þitt á að vera í úthverfi.
Þannig að það er algjör aðskilnaður á hvar þú vinnur og hvar þú býrð og þú átt að eiga þetta allt, skiljum. Það er ekki, það vantar alla áherslu á, sko, hvað er svona sameiginlegur miðbær, hvað eru sameiginleg svæði, sameiginleg almenningsrými, hvað sameiginlega samgöngumáta getum við notað í svo almenningssamgöngur. Þannig að þessi stefna sem að kemur 1960 er bara viðhaldi næstu áratugina, að það er það umhverfi sem við búum í dag. Og það er ekkert smá átak að breyta einhverju sem var gert á mörgum áratugum. Já, það getur verið sambærilegt í forritun. Það stundum er miklu auðveldur að byrja aftur en það er að reyna að finna lausnir á að halda hlutum gangandi eða lifandi, þannig séð. Það er ekki alltaf eða sjaldnast að plástur gerir eitthvað gott fyrir beinbrot. Já, við þurfum kannski svolítið að taka á vandanum undir rót vandans, eins og sagt er. Mér langar svolítið að koma aftur í þessa umræði sem er búin að geysa síðustu vikur á samfélagsmiðlum, fréttamiðlum, í sjónvarpi og væntanlega líka inn í borginni, að þetta verður svona frekar pólariserað. Já. Og þannig náum við sjaldan saman það sem við erum sammálum og þau framfæri sem við gætum gert. Andstæðingar borgarlínar, andstæðingar að loka aðalgötum Reykjavíkur eins og til dæmis Laugavegi eða Skólavörðustíg og svo framvegis. Sjá þetta sem beinlínis sem árás. Hvað mikið af þessu kemur frá hræðslu og hvað mikið af þessu kemur frá svona, hvað maður segja, pólitísku kvabbi? Já, þetta kemur frá báðum stöðum, sko. Þetta hjálpar, sko, við þurfum einmitt að hugsa sko, hverjum er þetta að hjálpa? Þessi polariseraða umræða. Og það er, sko, staðreyndum er ítrekkað snúið á hvolfi eða það sem er satt er sagt að það sé rangt og svart er hvítt og þetta er alveg ótrúlega skrítið umhverfi og maður verður stundum svolítið bara keksruglaður sjálfur, sko, ef ég að segja alveg eins og þú veist, það maður er bara búin að segja nei, þetta er svart er svart og himinin er blár og jörðin er ekki flöt og svo farið bara, þú veist, aftur og aftur og aftur sama ruglið, sko, og já. En hvað sér þú? Ég meina, þau sem eru á móti þessum skipulagsbreytingum sem væntanlega sama hvað eru nauðsynlegar, breytingar eru nauðsynlegar, hvort að þú ert á einni hlið eða hinni, hvaðan kemur, hvaða rök ertu að heyra, hvaða rök ertu að sjá, hvað vill fólk sem er á móti fleiri hjólastígum? Það er einhver svona óbílandi trú á einkabílnum og því að ef við bætum nú bara aðeins við fleiri stæði, þá er nú bílastæðvandi leystur. Eða við bætum nú við eina akrein og einni frárein, að þá verður þetta nú ekkit vandamál í umferðinni. Eða, já, alls konar svona plástralausnir sem í rauninni miða bara því að fjölga bílnum og þú ert alltaf verð settur, eða sett eftir þetta, alltaf. Þannig að, og það er eitthvað svona, kannski út í þetta virkaði til að byrja með, kannski út í þetta virkaði fyrst, og það var flott að vera með bíl og þú komst á milli staða og þú veist alltaf... Gríðilegt frelsi líka á þeim tíma. Á þeim tíma var það, já. Þannig að þú veist, fólk keyrði á Þingvelli og með nesti og það hafði aldrei getað gert það áður. Það var bara stórkostlegt afrek í þeirra huga. Þannig að kannski kemur þetta þaðan og sjálfsögðu kemur það þaðan. En málið er bara, þetta er svolítið erfiður heimur og mér finnst líka stundum erfitt að tala um þetta út af því að þú veist, það er eitt að koma ítrekka fram í fjölmiðlum og halda sannleikanum á lofti og vera að berjast fyrir því sem að þú trúir á og hlusta á allar raddir, ekki bara háværu frekuröddina, þetta er allar raddinar. Og svo er annað að vera í þessu umhverfi þar sem að þú ert ítrekka svona persónugerð. Þú fær persónulegar árásir í SMS-um, í tölvupóstum, á Facebook-vegg. Það er hringt í þig.
það er linnulaust. Ég myndi segja að væri svona 2 til 3 ára næstu á hverjum degi sem ég fæ einhvers konar svona árás. Ég er að hjóla. Ertu á túr, tussaðinn? Þú veist. Það er alls konar svona hlutir sem og það er ekkert auðvelt. Og það er á endanum nærða alveg inn til manns. Ég skal alveg viðurkenna það. Stundum kasta ég svo öll í gáminn fyrir aftan mig, en stundum nærða inn til manns. Þannig að Ég held að þessi gámur er líka greiðlega stór á þessu tímapunkti. Hann er orðið svolítið stór núna, sko. Tróðfullur. En já, þannig að það er ekkert alltaf auðvelt. En þá er það bara það sem heldur manni gangandi. Það er þessi óbilandi trú á því að við verðum að breyta kerfinu. Að við verðum að hlusta á alla raddir, því að það er almenningur, það er fólkið sem virkilega vill fá breytingar. Það er fólkið sem er umhverfisvænast. Það vill fá miklu grænni hluti en við erum í raun og veru að gera. Já. Og það er okkar að hlusta á það. Stjórnmálin megi ekki bara vera responsive, skilju. Það megi ekki bara vera alltaf eftir á, skilju. Það er eins og ríkisstjórnin sé alltaf bara svona hægfarasta afl sem til er í heiminum. Þú veist, það á ekki vera þannig. Við höfum að geta verið miklu meira beinu sambandi við fólkið sem að hefur sína kost og galla, en líka bara að, þú veist, Guð minn góður, við getum gert svo miklu betur, bara allan daginn. Já, ég er innilega sammála því. Framtíð samgöngu í Reykjavík. Borgarlína er að fara að rúlla út. Hún er nú bara langt komin í forhönnun og byrjaði að bjóða út ákveðna hluta, þannig að það fyrir nú alltaf að rúlla af stað. Bara 2 línur borgarlínuna. Borgarlínan, það er mjög gott. Borgarlínan, hún... Já, borgarlínuna. Það eru hágæða almenningssamgöngur. Það er miklu betra heldur en það sem við þekkjum í dag með strætó. Hún ferðast alltaf í sér rými. Já. Þannig að hún getur alltaf bara ferðast forgangsröðin bara. Forgang. Hún getur gengið á 7 mínútna fresti. Þannig að þú þarft ekki að pæla hvenær næsti vagn kemur. Þú ert búin að borga áður og ferð inn í hana. Það er fullkomlega, þú gengur inn á sléttum fleti, þannig að það er aðgengi fyrir alla að öllum borgarlínu vögnum og öllum stoppistöðum. Kemur fyrst Suðurlandsbrautarásinn niður á Hlemm og eftir Hverfisgötunni og svo Lækjargatan og út í tengjum við HÍ og svo HR og svo yfir í Kársnesi og svo fer það úr Kársnesinu í Hamraborgina. Þannig að við erum komið svolítið svona skemmtilega nýja tengingu sem var ekki til staðar. Já. Þannig að það var svona meiri dýnamík líka á milli Kópavogs og Reykjavíkur. Akkurat. Það er mjög jákvætt. Við erum komin með nokkuð góðar hjólatengingar á sömum stöðum en við þurfum að bæta verulega í og við þurfum að fara inn í hverfin og við þurfum að taka gatnamótin og alla þessa erfiðu hluti til þess að skapa raunverulega hjólamenningu og stærsta áskorun er að fá fleiri konur til að hjóla. Því að þær hjóla ekki nema umhverfi sé öruggt. Við getum ekki bara gert hjólaumhverfi fyrir kallmenni eða þá sem eru í spandexskala. Það er þessi löngu stígar, þessar löngu tengingar. Konunar vilja öðruvísi umhverfið. Þær vilja öðruvísi stíga og þær þjóðir sem hafa saxað á hjólreiðar fyrir konur, þeim hefur tekist best að breyta svona hjólreiða menningu. Að breyta hjólamenningu Íslendinga er nú í sjálfum sér kannski svolítið stórt verkefni. En eins og þú segir, við þurfum að hafa samgönguleiðir sem ýja að því, sem styðja það að við getum nota reiðhjólið í alls konar verkefni dagsdaglega. Það er hægt að gera ótrúlega mikið á hjólum. Já. En við erum nú bara svona svolítið að stíga fyrstu skrefin en erum nú þó komið með eitthvað. Já. Og það er nú eitt sem er nú alveg magnað að það hefur verið mikil aukning í hjólreiðum síðustu árin en svo sjáum við núna á þessu vori það er 3-földun á tölum frá sama ári fyrra. Já. Og það er bara aukning sem að hefur bara hvergi áður skráðst allavega aldrei í okkar bókum. Nei. Og ekki sem ég man annars staðar í fljótu bragði á 1 ári. Þannig að það er líka margir sem hafa rekið sig á það að ætla að fá sér nýtt hjól og það er bara allt uppselt sko. Akkurat. Þannig að það er ótrúleg breyting í gangi þetta vorið. Það er mikil hugafarsbreyting og ég verð nú að segja þrátt fyrir svona nokkra pirraða menn sem hafa öskrað á mig að þá finn ég samt að umferðamenningin er að breytast. Mér finnst verið að taka meira tillit til gangandi og hjólandi. Bílarnir stoppa frekar og þeir keyra hægar.
Þannig að það er að breytast, en þetta er allt í rétta átt, sko. Og það er nefnilega svo áhugavert í þeim heimi sem við lifum í dag að þá vitum við hvað í stefnir með loftslagsbreytingar. Við vitum hvað við þurfum að gera til þess að vinna bug á þeim, minnka skaðan. Já. Og við erum með sáttmála, Parísarsáttmálan, sem er sáttmáli sem að Ísland hefur skrifað undir. Akkurat. Og þar eru bara ákveðin markmið sem að við þurfum að ná, annars fáum við gríðarlegar sektir fjárhagslegar, en það er náttúrulega ekki bara þær, það er náttúrulega í raun að veru endastöðin sem við eigum að huga að. Já. Til þess að ná þessu, þá þarf að gera í alls konar aðgerðir og eina stærstu eru samgöngur. Það er stærsta einstaka losunin í samgöngum. Og Parísarsáttmálinn, hann er í rauninni þannig uppbyggður og hann tekur ekki flug inn. Það er aðrir sáttmálar sem gera það. Og hann tekur ekki landnotkun, það er annað. Þannig að það sem eftir situr og þá eru samgöngur 1/3 af þessari losun. Og það er sjálfsög gríðarlega hátt hlutfall sem er hérna á höfuðborgarsvæðinu. Og til þess að ná honum, að þá ætlum við að gera borgarlínu og bæta í hjól og gangandi og vera með rafmagnsbíla. Þetta er planið. Þú vilt sem sagt ekki drepa fjölskyldubílinn. En þú vilt gera hann umhverfisvænni. Nei, býtu, ég er ekki búin um það. Rétt að byrja. En það sem við sjáum er það að bílaflotin sem við erum með í dag er náttúrulega bara jarðefnaeldsneyti. Við erum bara með nokkra í raun og veru. Þetta eru mjög fáir rafmagnsbílar sem við erum með í rauninni. Og það tekur 10-12 ár. Þetta er bara floti, svo kallar stokks, sem að endurnýjast rosalega hægt. Já. Parísarsáttmálinn þurfum að ná fyrir 2030. Þetta gerist svo hægt að þrátt fyrir ítrustu plön ríkisstjórnarinnar orkuskipti í samgöngum, þá munum við ekki ná Parísarsáttmálinn. Og þetta var svona nokkuð vitað af þeim sem að voru inn í samgöngum. Þannig að þess vegna setti ég af stað vinnu hjá Háskóla Íslands og Háskólanum í Reykjavík að reikna þetta út. Og reikna út hversu mikið við þurfum að minnka bílaumferðina til þess að ná Parísarsáttmálanum. Og það er minnstakosti 15%. Minnka umferðina miðað við það sem hún er í dag. Fækka bílunum, fjarlægja akreinar, fjarlægja bílastæði. Þetta hafði ríkisstjórnin ekki reiknað út. Þau vissu þetta ekki. Og í raun og veru eru plönin sem að voru sett hérna 2010 aðalskipulagi, svæðisskipulagi, þau gera ráð fyrir að einkabíllinn fari úr 76% hlutdeild í 58%. Og þá er allir, geggjað, það verður frábært. En það er aukning. Það er hlutfallslega, ef þú tekur alla töluna, alla súpuna, þá er það aukning í eknum kílómetrum. Og við megum það ekki. Við verðum að vera miklu róttækari ef við ætlum að ná Parísarsáttmálanum. Það er það sem ég er að vinna alla daga núna. Það er að breyta þessum stóru áætlunum og flétta þetta inn í allar okkar áætlanir. Og við þurfum að huga þessu líka í stóru hlutunum eins og Sundabraut. Og bara allri veglægningu og vegtengingum við höfuðborgarsvæðið. Það virðist enginn hafa kveikt á perunni í ríkisstjórninni. Hvað þetta varðar, það er bara alveg stórkostlegt. Þannig að við þurfum svo sannarlega, við þurfum að taka kollnís og fara miklu lengra. Við erum komin að enda Pírataspjallsins í dag. Ég er ekki mikil fjárhættu spilamanneskja, en satt að segja þá eru peninga mínir ekki á risaðalunum í dag. Sigurborg Ósk, takk kærlega fyrir að koma í þáttinn okkar. Og þið úti sem eru að hlusta, sendið henni skilaboð á samfélagsmiðlum eða annar staðar. Hún er frábær og hún er að gera góða hluti.